Þetta er verkefni 20 í Word á blaðsíðu T8 og T9. Nú sé ég að kalla fram efnisyfirlit. Ég er búin að útbúa forsíðu. Þar kemur fram nafn skólans, fyrirsögn og undirfyrirsögn, nafn nemandans, kennitala, áfangi, sem er haustönn eða vorönn, og svo nafn kennara. Og þetta var sýnt í myndskeiði við verkefni 18, hvernig þetta er gert. En nú ætla ég að kalla fram efnisyfirlit og breyta stílnum 12.2, stækka þetta hérna aðeins, og þá fer ég í entermerki hér fyrir neðan orðið BLS. Ekki hér og ekki hér, heldur hér. Og ég fer hér í References, Table of Contents, og ég vel Custom Table of Contents. Ekki velja eitthvað af þessum tilbúnu efnisyfirlitum frá Microsoft, það veljum við hér. Og ég ætla að velja útlitið formal og ég ætla að hafa blaðsíðunúmerin sýnileg. Og ég segi OK. Og þá kemur upp hérna listinn yfir fyrirsagnirnar sem ég var búin að merkja með heading 1 og heading 2. Og hérna er sem sagt fyrirsögn á fyrsta þrepi, öðru þrepi og svo framvegis. Ég ætla að breyta þrepi 2 eða TOC2, Table of Contents 2, þannig að talan 1 hérna í undirkaflanum lendi undir H-inu. Þá er ég stödd hér, ég fer að homeflipa, fer hérna í örina niður og ég finn TOC2 hérna og fer í Modify. Ég fer í Format og Paragraf. Hér stendur að inndráttur frá vinstri er 0,39. Það er þetta bil hér. Ég ætla að hækka það upp í 0,78. 39 + 39 eru 78. Og ef þið viljið hafa meira bil á milli fyrirsagnanna, þá getið þið breytt í hér, en við látum þetta duga ekki í bili. Og þá sjáum við hvernig þetta kemur. Ef þið þurfið að uppfæra efnisyfirlitið, þá geta ég á hægri músina Update Field og Update Entire Table. Og ég ætla að lista.